Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 28. júní, fjórða sunnudag eftir þrenningarhátíð, er þema dagsins, samfélag syndaranna. Í lexíunni skrifar Esekiel, snúi guðlaus maður frá öllum sínum syndum, haldi lög Guðs og geri það sem er rétt og réttlátt, skal hann sannarlega lifa. Hann skal ekki deyja. Í pistlinu stendur, hyggur þú sem dæmir aðra, að þú geti flúið dóm Guðs. Og í Guðspjallinu er frásögnin hórseku konuna. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 8. kafla. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólkið kom til hans en hann settist og tók að kenna því. Farisejar og fræðimenn komu með konu staðna að hórdómi, létu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú. Meistari, þessi kona var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann svo þeir hefðu eitthvað til að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá. Sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifa á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta fóru þeir burt einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi þig enginn. En hún sagði, enginn, drottinn. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins er samfélag syndaranna. Já, heimurinn er samfélag syndara. Því allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, sagði Páll postuli. Og öll komum við til með að standa frammi fyrir dómstóli Guðs. Í lexíu dagsins segir Esekiel spámaður að hver maður beri ábyrgð á eigin gerðum, en snúi guðlaus maður frá syndum sínum og haldi lög Guðs, skal hann sannarlega lifa, hann skal ekki deyja. Afbrotana sem hann framdi verður ekki minnst honum til skaða, því Guð vill fremur að menn snúi frá fyrirbreytni en að þeir farist. Á tímum Jesú dæmdi lögmál Móse í öllum málum gyðinga. Lögmálið var byggt á verkum. Margs konar afbrot voru talin synd og lögmálið hafði harðar refsingar. Í Guðspjallinu reyna farisejar og fræðimenn að leggja snöru fyrir Jesú þeir koma með hórsegakonu til hans. Vafalaust var hún sek, en það er augljóst að þeir voru að reyna Jesú því þeir komu aðeins með konuna, þó Móselögin kvæðu á að bæði maðurinn og konan skyldu vera grýtt til dauða. Fariseana sárvantaði eitthvað til að ákæra Jesú og snaran fólst í því að lögmálið kom frá Guði og því bar að framfylgja. Þeir vonuðust til þess að Jesús myndi andmæla. Ef Jesús myndi sýkna konuna, bryti hann gegn lögmálinu og ef hann sakfelldi hana, bryti hann gegn eigin boðskap fyrirgefningu, náungakærleik og miskunnsemi. Jesús beygði sig niður. Enginn veit hvað hann skrifaði á jörðina.
Hann reis upp og sagði: Sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Síðan hélt hann áfram að skrifa. Þessi orð urðu til þess að mennirnir sem ákærðu konuna hurfu burt hver af öðrum. Með þessum orðum sagði Jesús raunverulega: Já, þið skuli framfylgja lögum Guðs og grýta konuna. En hann spurði leið: Eru þið sjálfir saklausir? Sá sem saklaus kasti fyrsta steininum. Flestir túlka söguna þannig að Jesús hafi hvorki sýknað eða sakfellt konuna, heldur hafi hann snúið vopninu að þeim sjálfum. En í viðbrögðum Jesú getum við séð kærleika hans gagnvart okkur öllum. Hann horfði hvorki ásökunaraugum á þá sem ákærðu né konuna. Hann kraup niður og horfði á jörðina og hélt áfram að skrifa. Svo mennirnir gátu laumast í burtu án þess að afsaka sig. Þannig sýndi hann á áhrifaríkan hátt að þegar við munum standa frammi fyrir dómstóli Guðs, þá mun hann ekki horfa á hin veraldlegu afbrot sem við höfum framið, heldur á trúna í hjartanu. Því sá sem trúir á Son Guðs dæmist ekki. Hann sagði: Sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Og gríska orðið sem hér þýtt syndlaus merkir án sakar, án galla eða óskeikull. Ákærendur konunnar höfðu allir brotið eitthvað af sér. Enginn dæmdi hana og Jesús gerði það ekki heldur. Og þá veltur upp þessi spurning: fyrst enginn var dæmdur í þessu máli, þá í lagi að brjóta af sér? Svarið nei, það ekki í lagi. Og það nægir ekki heldur að benda á annan verri. En Guð veit að það fer enginn í gegnum lífið án þess að verða eitthvað á. Þess vegna hvetur Jesús okkur til að iðrast vondra verka og vera miskunnsöm og kærleiksrík gagnvart öðrum. Hann sagði: Dæmið ekki og þið munið ekki vera dæmd. Frásögnin af hórseku konunni sýnir á áhrifaríkan hátt kærleika Jesú og einnig að hann kom ekki til að dæma okkur, rétt eins og segir í Jóhannesi: Guð sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Jesús gaf okkur gjöf, sömu gjöf og hann gaf hórseku konunni. Hann dæmdi hana ekki fyrir jarðneskt brot, en sagði henni að breyta líferni sínu, sjálfra sín vegna. Hún var gyðingur og því undir lögmáli gyðinga. Með dauða Jesú var þetta lögmál og boðorðin með skipunum þess afmáð, skrifaði Páll í Efesusbréfinu. Hann sagði: Af náð verðum við hólpin fyrir trú. Það ekki okkur að þakka, það Guðs gjöf. Og í Rómverjabréfinu orðar Páll það þannig að lögmál Guðs varð andlegt. Við erum undir náð fyrir trúna í hjartanu, því að trúin andleg afstaða okkar til Guðs. Við erum fæddir syndarar, fæddin í heim vantrúar, því aðeins lítill hluti af heiminum kristinn. Þess vegna lagði Jesús áherslu á tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og elska náungan, sama hver náunginn Okkur ber að sýna öllum nærgætni, virðingu og kærleika, jafnvel þeim sem við teljum vera okkar verstu andstæðingar. Synd heimsins þrífst á vantrú og vantrausti og því að menn treysti á eigin dómgreind án afskipta frá Guði, og þá ég að vísa til þess að Guð býður okkur að leggja allar okkar áhyggjur og erfiðar ákvörðunartökur fyrir sig. En einmitt það myndi gefa okkur tíma til að íhuga
betur þá kosti og galla sem fylgja hverju máli. Vitur maður hefur augun hjá sér en heimskingin gengur í myrkri, segir predikarinn, og kenn oss að telja daga vora að við megum öðlast viturt hjarta, segir í sálminum. Í hraða nútímans taka sér fáir þann tíma sem þarf til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu í öllum málum. Við látum okkur oft nægja yfirlýsingar annarra, fleyg orð úr fjölmiðlum eða frasa frá stjórnmálamönnum og við tökum undantekningarlaust afstöðu sem við teljum að komi okkur sjálfum best. Í áreiti og hraða nútímans þar sem sífellt reynir á mannleg samskipti auðvelt að gera mistök. Já, þema dagsins samfélag syndaranna. Hver einasti maður á þessari jörð syndari. Guð hefði ekki sent son sinn til að frelsa heiminn ef honum væri sama okkur. Nei, Guð sendi soninn til að gefa okkur nýja von, gefa okkur andlegt lögmál í hjarta, því hann vill ekki að neitt glatist. En vantrú og vantraust heimsins gerur okkur erfitt fyrir. Hvernig getum við treyst Guði sem við sjáum ekki, þegar við getum ekki einu sinni treyst vinum og ættingjum? Í Sýraksbók stendur: Treystu einnig á eigin dómgreind, engan áttu að sem þú mátt fremur treysta. Innsæi manns gefur oft betri ráð en 7 varðmenn í háum turni, en ákalla umfram allt hinn hæsta, svo hann megi greiða þér braut sannleikans. Eigin dómgreind í bland við orð Guðs besta ráðið sem okkur gefið. Jesús sagði: biðjið og ykkur mun gefast, leitið og þér munu finna, kníið á og fyrir ykkur mun upploki verða. Lausnin alltaf að leita svarana sjálf. Því sá sem að þú leitar til að fá ráð, metur málið frá sinni hlið, en leið gefur álit hans þér víðara sjónarhorn. Standir þú frammi fyrir spurningunni hvort þú eigir að taka trúna á Guð einu skrefi lengra, þá mæli ég með því að þú biðjir til Guðs, leggir öll þín hjartans mál fyrir hann og íhugið hvernig þér líður á meðan og á eftir. Ef bænin veitir þér hugarró og gefur þér hvíld frá áhyggjum dagsins, þá hefur þú svarið. Þú þarft á Guði að halda. Því samfélagi við Guð getur gefið þér frið sem þér veitist ekki annars staðar. Sagan í Guðspjallinu Hóseku konuna sem átti samkvæmt lögum Móse að vera grýtt til dauða vitnisburður miskunn Guðs. Konan öðlaðist nýtt líf þegar hún mætti Jesú og hann gefur öllum nýtt líf sem trúa á hann. Hann sagði henni að synga ekki framar og margir taka því þannig að Jesús hafi aðeins verið að segja henni að hætta hórdómi. Móselögin giltu til dauða Jesú, en eins og ég hef svo oft nefnt í þessum þáttum, þá markaði dauði Jesú upphaf nýs sáttmála. Gamla testamenti innifelur hinn gamla sáttmála sem Guð setti með lögmálinu og boðorðunum, en Nýja testamentið innifelur hina nýju erfðaskrá að Guðs ríki. Í Jóhannesarguðspjalli lýsir Jesús hinum nýja sáttmála og hvað sé synd. Syndin vantrú á Guð. Hann sagði: syndin að þeir trúðu ekki á mig. Svo Jesús bað Hóseku konuna að trúa á Guð. Því hinn nýji sáttmáli sem var innleiddur náð fyrir trú. Óttast þú ekki, sagði Jesús við samviskukonuna, og við getum tekið þessi orð til okkar.
Trú þú aðeins, sagði hann. Og svo sagði hann, trú þín hefur bjargað þér. Það er trúin sem bjargar hverjum og einum, því enginn frelsast fyrir verk. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.